Jóhann, komnir í úrslit, voru með rosalega góð tök á leiknum framan af. Akkur voru að hleypa þeim inn? Þetta er búið að vera svona í öllu leikjunum okkur á móti Stjörnunni. Við alltaf byrja rosalega vel, svo koma þeir tilbaka. Það er svaka segla í þessu Stjörnulið og þeir eru búin að vera lengi saman og þau veit alveg hvernig þessi leikur gengur. Þeir liðna á raun á þau og þau komur rauninu tilbaka og svona er Stjarnan bara. Man er aldrei almennilega að hrista það af sér einhvern veginn. Hérna undir lokin, hefðurðu mótmælt mikið, hefðurðu fengið villu? Nei, og maður ekki bara láta dómarinn alveg vera, saman hvort að maður sé í sókn eða vörn. En núna er seríunni lokið, 3-1. Þið fengu spark í rassinn í leik 3. Heldur betur. Menn voru svolítið svona yfir góðu messi og mikið sjálfstraust. Og við fengum heldur betur spark í rassinn í síðasta leik. En ég held að þetta sé sætara svona. Nú kunnum við að meta það eftir að finna þessa ógeðslegu taptilfinningu. Og kunnum að meta sigurinn enn meira eftir fyrir vikið. Þeir eru komnir í úrslit einvið, svona eitthvað sem flestir og örugglega þið bjuggust við. Mætið þar nýliðum Þórs, ykkur hefur ekki ennþá tekist að vinna þá í vetur? Víst, við unnum í Lengjubikarnum. Í Lengjubikarnum? Já, unnum í undanúrslit Lengjubikar. En þeir eru búin að vinna okkur tvisvar í deild. Og það er bara verðugt verkefni að taka á móti þeim. Það skiptir einhver máli hvaða lið, hver er búin að vinna hverja í deildinni og hvernig það er. Stjarnan var aldrei búin að vinna okkur í vetur, samt vinna einn leik í úrslitakeppni, þannig að þetta er bara ný keppni. Bara 40 mínútur hver skipt fyrir sig, leikinir meira að rokka milli 2 daga, skilurðu. Þannig að það er bara koma í hvern einasta leik bara og tilbúin að berjast og þetta verður virkilega gaman.